Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu greiði fyrirfram og sækir Dominos. Jæja, góðan daginn kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur á IA TV hérna á Norðuráls völlin. Það er IA FH 16. úrslit í bikar. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu og í þessari lýsingu er Andri Júlíusson, fyrrverandi leikmaður í IA. Góðsögn og Kára, velkomin. Já, þetta verður gríðarlega spennandi, held ég óhætt að segja. Já, við erum nú svo sem þessi lið hafa mæst 11 sinnum í bikarnum hingað til og við sjáum tölfræðin út af því. Þetta er í rauninni á skólavöllunum væri þetta úrslitaleikur. Það IA hefur unnið 5 af þessum leikjum, FH 5 og einu sinni verið í jafntefli, en síðasti bikarsigur hins vegar hjá IA gegn FH var 2003. Það er orðið ansi langt síðan. Já, og það er kannski bara ekki úr vegi að bara rifja upp þennan leik 2003 IA FH á Laugardalsvellinum. Kíkjum á þetta. Skagamenn urðu bikarmeistarar í 9. skipti í síðustu 10 tilraunum sínum á 25 árum með því að leggja FH að velli á Laugardalsvelli 27. september árið 2003. Ólafur Þórðarsson, þjálfari IA, var þar með bikarmeistari í 7. sinn, þar í annað sinn sem þjálfari. Þetta var 3. bikarúrslitaleikur Hafnfirðinga en þeir 2 fyrri töpuðust einnig. Skagamenn fagna hérna í stúkunni. Garðar Gunnlaugsson með sendinguna fyrir markið og býtur við. Hann er verið ekki skattur uppi og það er skot í slána. Býtum við Kári Steinn Einarsson og Kári lætur vel á markið og í stöngina og Garðar Gunnlaugsson fylgir eftir og skorar. Já, fyrsta markið komið í leiknum og Skagamenn standa upp og fagna. Þetta kom upp úr nánast engu. Kári Steinn Einarsson frítt spil, fékk boltann, náði skoti í stöngina. Það var síðan Garðar Gunnlaugsson sem fylgdi einn á eftir. Og það er búið! Garðar Martínusson búinn að flauta til leiksloka og Skagamenn fagna og hlaupa inn á völlinn. Óli er glaður að sé slongaleg. Skagamenn urðu bikarmeistarar í 9. Já, þetta var sannlega magnaðalög. Ég gerir ráð fyrir, varst þú í stúkunni þennan dag? Já, það var tekin Ölver fyrir leik og skrúgangar niður á völl og svo satt maður í stúkunni og gargaði á sér í lungun. Já, það er tvennt sem að sló mig við að horfa á þetta myndband. Í fyrsta leik, Garðar Gunnlaugsson með hár. Já. Ég veit ekki hvort að muna eftir því að það var einhvern tíðan þannig. En annað sem vekur athygli mína þegar maður líka skoða leikskýrsluna frá þessum leik, að í byrjunarliði IA í þessum leik eru 9 Skagamenn. Já. Það er svolítið af sem áður var. Já, það er á þessum tíma voru við náttúrulega, það voru meira og minna bara Skagamenn eins og kannski upplægi á að vera í dag en svo er verið að sækja unga stráka hingað og þangað og hvað teljum við marga í dag í liðinu? Já, þetta er nú kannski ekki nema 1, 2, 3. Já, 3. Þetta er bara 3 í dag en svo eigum við inni Árna Snæ og Arnar Má og Hall og þessi strákar, þetta er fljótt að telja, þannig að á þessum tíma, þetta var náttúrulega frábært lið og margir leiðtogar í þessu 2003 liði sem að þarf í bara alveg fótbolta á Íslandi Akkurat. En nú fer að líða að leiknum rétt svona fyrr í dag að þá hitti ég þjálfarana að máli og við ætlum að heyra hvað þeir sögðu fyrst í Óla Jó. Jæja Óli,
mikilvægur leikur hér í bikarnum með IA-FH, en hversu mikilvægur þessi leikur? Bikarleikir eru bara mjög öruglegir, mjög mikilvæg. Það einhver skemmtilegasti leikur sumarsins sem í boði, það úrslitaleikur í bikar og hann alltaf stór leikur og mjög gaman að taka þátt svoleiðis leik. Þannig að það mikið í húfi. Nú náttúrulega bæði lið svona, hafa ekki náð að sýna kannski sínar bestu hliðar í sumar og þetta kannski eini möguleiki þessari liða á að ná í titil á þessu ári. Eykur það ekki á mikilvægi leiksins? Jú, við svo sem eins og sagðir, það kannski voru meiri væntingar til beggja þessara liða og þannig að það svona, þetta svona stysta leiðina titli, þannig að menn horfa í það. Og hafa F-fangar haft nokkuð góð tök á skagamönnum undanfarna, ég myndi segja áratugi. Hjálpar það ykkur í dag? Nei, ekki nokkuð skapaðan hlut. Þetta í bikarleikir öðruvísi en deildarleikir og menn nálgast á aðeins öðruvísi, þannig að það hjálpar okkur ekkert. Takk hérlega fyrir spil. Já, Óli Jó var ekkert endilega á því að sagan og þetta tak sem FH hefur haft á IA hjálpið þeim eitthvað sérstaklega í dag, það bara klísjan það bara bikarinn öðruvísi og það bara úrslita leikur, Andri? Já, það bara nákvæmlega sem snýst Ég veit það til dæmis að Jói Kalli bara búinn að setja þetta upp sem úrslita leik. Það liggur við að það hafi verið hótelherbyggi í nótt og brauð og rist og allur pakkinn sko. Já, við skulum heyra hvað Jói Kalli hafði að segja hérna rétt áðan. Já, Jói Kalli, spennandi bikarleikur framundan á móti FH. Hvernig leggst þetta í ykkar og þína menn? Bara mjög vel. Við erum hérna klárir í hörkuleik. FH-angarnir eru náttúrulega með vel mannalið og hafa kannski ekki alveg náð að sýna hversu vel mannaðir eru en þetta verður hörkuleikur og mikið af kröftugum og stórum og sterkum leikmönnum inn á í FH-liðinu en við sjáum alveg líka veikleika á því sviði og við ætlum bara að vera grimmir og keyra svolítið á því á að fylgja sigrinum eftir á móti HK í síðasta leik og við ætlum áfram í bikarnum. Nú hefur verið svolítið rætt það síðast þegar að IA átti mjög góðan leik að þá náðu þeir ekki að fylgja því eftir. Ertu búin að gera eitthvað öðruvísi núna í aðdragandann af þessum leik eftir þessa frábæru frammistöðu á móti HK? Nei, raun og ekki. Ég hef náttúrulega verið að reyna að benda mönnum á það að við getum unnið alla leiki, við getum unnið öll lið. Við sýndum að við erum búin að vinna Val hérna á heimavelli og það sem maður bara að reyna að vinna með að koma þeirri trú inn í leikmannahópinn og viljinn til staðar en mér hefur svolítið bara hafa vantað upp að menn séu aðeins að rægir og haldi aðeins aftur á sér, hvort sem það varnarlega eða sóknarlega og það svona það sem við erum að reyna að leggja áherslu á að leikmennirnir og hópurinn sjálfur, að þeir finni þetta svolítið á sjálfum sér að þeir geti þetta og hafi trú á því og keyri bara svolítið fulla ferð með mikla trú og mikinn vilja á andstæðingarna, alveg sama hver hann og náum eins og segir einu góðum leik en við ætlum að sýna að við getum fylgt því eftir og við séum nógu öflugir til að gera það og fara eins og sagði hann áfram í bikarnum. Mundirðu segja það svona í einu orði, það trúin sem að þarf til þess að vinna þennan leik í dag? Trúin hún ansi mikilvæg en ég held að sé erfitt að segja að það eitt gerir það en ef við höfum trú á okkur þá tel ég okkur eiga betri möguleika heldur en FH að fara áfram þannig að já, trúin hún hjálpar okkur að komast áfram. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk. Já, Jói Kalli, nokkuð sportskor og sviparnir í lokin. Trúin það sem hann vill sjá að menn hafi trú á verkefninu að þeir geti unni hvert sem eins og hann virðist hafa þá trú á þessu liði. Já, nákvæmlega og ef einhver á að hafa trú á þessu liði þá það Jói og ég veit hann hefur það því að við erum hörkulið. Það gengi búið að vera mjög dapurt í sumar en þeir hafa sýnt það á köflum bara allt og sjaldan. Ég myndist á hann í viðtalinu á hann leikum gegn Val. Bikarleikurinn gegn Fram í síðustu umferð. Frábæri leiki, síðasti leikur núna á móti HK var frábær frammistöða. Hvað vantar eiginlega til þess að þeir ná að koma með þessa frammistöður í hvern leik? Það svo sem erfitt að segja en bara að þú veist að fara inn í hvern leik sem bara úrslita leik eins og við erum svolítið að leggja upp núna því að það ekki margir leikir sumar sem við höfum verið arfaslagir í. Ég get kannski talið 2 leiki sem við bara aldrei átt séns en þar á milli við erum að standa í fullt af liðum 80 mínútur á móti FH heima
Valur fyrsti leikurinn var frábær leikur, eða flottur leikur sem við töpum kannski ósengjant og þú veist, við getum alveg haldið áfram að telja svona en ekki verið að detta með okkur, það er bara einhvern veginn bara þannig sko. Algjörlega, það er kannski komin tími bara á það að við rennum yfir byrjunarliðin, þau eru hér í markinu hjá IA Árni Marin og Einarsson sem er búin að koma virkilega vel inn í liðið síðan að honum var hent út í þessa djúpu laug, þessi ungi efnilegi markmaður. Númer 3 er Óttar Bjarni Guðmundsson, hann er fyrirliði. Númer 7 Sindri Snær Magnússon, númer 9 Viktor Jónsson, númer 10 Steinar Þorsteinsson, 17 Gísli Lagsdal Unnarsson, 18 Elias Tamburini, 19 Ísak Snær Þorvaldsson, númer 20 Guðmundur Tyrfingsson í byrjunarliðinu í dag. 22 er Hákon Ingi Jónsson einnig að koma inn og númer 44 Alex Davey. Þetta er, allir þetta sé ekki, sterkasta liði sem við höfum úr að velja núna. Jú, akkurat í dag er þetta sterkasta liði og það væri skrítið að stilla upp ekki sterkasta liðin okkar í dag. Gaman sjá Guðmund koma inn, ég veit best að hann kemur hérna inn í hægri bakkurinn. Já. Og á að djöflast í Stephen Lennon. Akkurat. Og hérna leyfa Gísla að fara á okkar fyrrum félaga Hörðinga. Akkurat. Þannig að þetta er svona uppleiki, það er gaman að sjá þetta. Guðmundur klárlega búinn að sýna það og menn sem að fylgjast með vita hversu miklu hæfileika búið í þessum strák. Já, hann er fullur af hæfileikum og hann er ennþá ungur og sáum bara innkomuna hérna á móti HK síðast. Algjörlega. Það var mjög góð þar sko. Akkurat. Þá er það F-fangar, í markinu er Gunnar Nílsen nummer 1, nummer 2 er fyrrum Skagamaðurinn Hörður Ingi Gunnarsson, nummer 4 Pétur Viðarsson, nummer 6 Eggert Gunþór Jónsson, nummer 7 Stephen Lennon, nummer 5 Mattias Viljánsson fyrirliði, nummer 11 Jónatan Ingi Jónsson, nummer 16 Guðmundur Kristjánsson, nummer 17 Baldur Logi Guðlaugsson, nummer 18 Ólafur Guðmundsson og nummer 21 Guðmann Þórisson. Þetta er svaka lið á pappír. Já, þetta er bara lið sem á að, ef ég að segja stöðu fyrir stöðu, á að berjast alla titla á Íslandi sko. Það er bara ekkert flókna. Í rauninni alveg ótrúlegt að staðan á FH eins og í deildinni sé svo sem hún er með við mannskapin sem við hafa úr að móa. Hún er mjög skrítin sko, því að það eru margir þarna inni sem að gera tilkall bara til þess að vera einn af bestu leikmönnum deildarinnar sko. Við erum með Matta og við erum með Lennon og Eggert og risastór nöfn sko. Það er bara það virðist bara eitthvað að vera sem er ekki að klikka hjá þeim sko. Akkurat, og ef við kíkjum á varmannabekkina, Dino Hotsits, varmarkmaður, Aron Kristoffer, Jón Gísli, Ólafur Valur, Brynjar Snær, Hlynur Sævar og Eyþór Aron. Jóhannes Karl þjálfari hjá F-fæðingum er það Atli Gunnar Guðmundsson, varmarkmaður, Björn Daniel Sverrisson, Morten Beck, Oliver Harðarsson, Jóhann Ægir Arnarsson, Vuk Óskar Dimitrievich, Óskar Atli Magnússon og Ólafur Jóhannesson þjálfari þeirra. Og það er dómaratríóið sem að leiðir, bæði liðin, þau eru samferðina núna. Það er Sigurður Hjörtur Þrastarsson sem að blæs í flautuna í dag, Eðvar Eðvarsson og Sveinn Þórður Þórðarsson aðstoða dómarar. Hvað viljum við sjá? Hvernig byrjar þessi leikur, Andri? Verða liðin varfærin eða ætlaðu að setja allt á fullt bara strax í byrjun? Já, ég ætla nú að byrja því að grípa orðin frá því áðan með Árna Marin og að hversu vel hann hefur staðið sig. Hann er ekki eldri en þetta og hent út í svona djúpa laug að spila í Pepsi-deildinni. Þá hefur hann bara staðið sig mjög vel og á svona strákar eiga að fá að gera mistök. Já, og hann hefur ekki gert mörg. Reyndar, svona kannski setjum að spurningamerki við þetta mark sem við fengum á okkur gegn HK, þar sem hann kemur út. En sendingin var akkurat ætluð þannig að hann myndi teima hann út úr markinu. Akkurat, en sko bara ég er hrifinn að þessu. Henda svona mönnum út í djúpulegin að leyfa þeim að gera mistök og bara spila þeim áfram. Og ekki síst fyrir markmann, það sem er erfitt að fá stöður í rauninni að sko í staðin fyrir að fara og sækja einhvern eins og margir mörglið hefur gert, náð sér í einhvern erlendan leikmann. Alveg pottið, þeir eru sko, það er alltaf hort að þá er gert mistök. Þekkjum kannski sem betur fyrr að þegar að sóknum með klúðraferðum, þá eru þeir ekkert endilega skúrkarnir. Akkurat. En upplegg liðana, ég myndi halda að F-fangarnir kæmu svolítið og Skaginn liggi tilbaka og beiti skyndisóknum. En það verður gaman að sjá hvað Jói hefur lagt upp í dag. Já, það er F-fangar sem byrja. Stephen Lennon mun eiga fyrstu spyrnuna í dag.
topp aðstæður til þess að spila fótbolta, skýjað, nánast logn. Þetta frábært, það gerist ekki, maður mætti rigna í svona 10 mínútur korter. Já, ég veit ekki hvort þeir eru sammála þeir sem eru á myndavélunum hjá okkur en og þá þetta komið á stað. Það eru F-fangar sem að byrja á að bomba þessu fram. Pétur setur hann út til hægri. Hörður Ingi skallar þetta fram á þess, Sindri Snær og Ísak Snær. Það nú kannski, menn hafa margir bent á það að Skagaliði saknaði Ísaks í leiknum gegn Stjörnunni núna daginn. Já, þeir hafa greinilega gert það, en hann kom því betur inn á móti HK. Hann gjör sannlega frábæra á móti HK og sýndi kannski þar sína sterkustu hliðar, bæði að bera upp boltann og varnarleikinn. Það var mjög góður þar. Já. Það var rangstaða dæmt á. Var þetta alveg gólrangstaða? Já. Held að. Ég að spáði bara hvort að. Já, við erum komin aftur inn, held ég. Við erum hérna fyrir smá tæknilegum örðuleikum, vonum að það endurtaki sig ekki. Það var það F-fangarnir. Guðmundur skallar þetta tilbaka, Óttar Bjarni. Stephen Lennon með sendinguna í gegn. Tamburini pressar á það hérna, en þetta var dauðafæri hjá Jónatan Inga. Já, þetta var hörku færi. Við getum séð þetta aftur hérna. Kemur sendingin í gegn og þetta var alls ekki svo langt framhjá. Nei. Það er svolítið sem við erum að passa okkur á að taka þess aðra bolta í kringum matta, sko. Það er sem við flöskuðum pínu upp á móti Stjörnunni, að þegar Emil var að fara upp í þá bolta og þá voru við svolítið seinir að taka annan boltan, sko. Já. Já, fínt að þið skoruðu ekki þannig. Já, þetta var sannarlega gott færi og snemma í leiknum hefði getað breytt ansi miklu í gangi leiksins. F-fangar greinlega mæta vel stendir. Það var Hörður Ingi með kastið. Sindri sterkur hérna á Tamburini, skallar þetta áfram en F-fangar við það ná boltanum Viktor. Sterkur þarna. Hákon með Guðmund utan á sér hérna. Hákon, sendingin í gegn á Steinar. Steinar er að komast hérna upp að endamörkum, leggur hann, nei, hann setur hann háan út í teginn yfir Gísla Lagsdal og Jónatan. Þetta var falleg sókn. Já, þetta var falleg sókn, en það vantaði kannski hjálpina þarna Steinari í að geta lagt hann hreinlega bara út í teginn eftir jörðinni. Ég sé ekki betur en F-fangarnir séu bara í gamla Svía-kerfinu 4-4-2 með þá báða Matta og Lennon upp á topp. Það var Ólafur á Baldur, brotið á honum eða hvað, Guðmundur. Svo Baldur Logi hérna vinstra megin og Jónatan hægra megin. Svo bara með 2 miðinni Guðmund og Eggert. Já, Guðmundur hefur nú verið að spila mikið í vörninni hjá FH undanfarið ár. En sem vil að spila á miðsvæðinu núna sem er náttúrulega hans náttúrulega staða. Já. Guðmann Eggert, Guðmann aftur Jónatan, þetta er vel spilað. Hörður Ingi, það er ekki fyrir gjöfinni aftur á Jónatan, nálgast teginn, hekkur hann tilbaka að þjappa Skagaliðinu hérna niður í eigin vítateig. Það er bara Viktor Jónsson sem að, já, hann tölti nú tilbaka núna. Kemur langt hingast frá Herði. Skalla frá að Viktori. Kemur síðan skot þarna af löngu færi. Það er Ólafur Guðmundsson. Það er ekki að halda honum niðri.
Þá kemur spyrna frá Árna, gríðarlega góðu spyrnumaður einnig. Við erum ekki að flæðiskeri statið þar með spyrnum með. Stephen Lennon vel gert hjá Sindra sem að næra á honum boltanum, sendur hann í gegn á Ísak komin inn fyrir, nánast brotið á honum hérna og hann fyrir skotið, hann skorar fyrsta markið fyrir Ísak Snær, skoraði í síðasta leik, skorar aftur núna, frábærlega afgreitt. Þetta var glæsilega gert. Sindri vinnum boltan á miðinu og bara beint í gegn á Ísak sem að gríðarlega sterkt laup og gott finish. Setur hann örugt þarna í fjær hornið. Ísak Snær Þorvaldsson virkilega sætt. Þetta mark á 70 mínútu. Þetta er frábær byrjun. Þetta er byrjunin sem að Skagamenn margir vildu sjá væntanlega. Og nei, smá Jói Kalli væntanlega sáttu með þetta. En þetta virkaði samt frekar einfalt fyrir Skagalið að komast þarna, þeir nánast fari gegnum miðja vörnina. Já, ég get ekki. Já, hann eru tæknin eitthvað örlítið að stríða okkur. Já, hér klukkan er í lagi sko. Jæja, hver liggur þarna? Sýndist að vera Viktor Jónsson. Jæja, Viktor stendur yfir, það er Gísli Laxdal sem að Gísli liggur hann. Fóturinn upp í loft, það er sá nú ekki hvað gerðist þarna. Vonum að það sé ekkert alvarlegt, hann er kannski bara þyrstur. Aðeins að hvíla sig, það er bara elsta triksi í bókinni. Gaman að sjá Arnór Már á varmarbekk Skagamanna. Já, það er frábært. Vissum að margir byggust nú ekki við Arnari Má tilbaka eftir þessi erfiðu meiðslans, komin á þennan aldur sem hann er, en gríðarlegu karakter að í rauninni að koma sér á stað aftur. Myndir ekki segja það, Andri? Jó, það er bara, það sýnir mikið karakter og hann er mikill karakter hann var aldrei að fara að gefast upp úr þessu sko. Nei, kemur langur bolt upp í hægra hornið. Þetta er hornspyrna. Góð varnarvinnaði Gísla, það er mikilvægt að hann hjálpi til í varnarleiknum. Gríðarlega mikilvægt og það eru 4 leikir í gangi í 16. úrslitum Mjólkurbikarsins núna. Keflavík er 2-0 yfir gegn Káa. Valur og Völsungur eigast við, þar er staðan ennþá 0-0 eftir 9 mínútur og HK komnir yfir gegn óvænta liðinu í þessari umferð, KFS. 1-0 þar fyrir HK, boltinn inn á teiginn, Ísak kemur með hann út úr þessu. Mér var nú hugsað til þess, frábær bolti hérna, Steinar rétt vantar að ná snertingunni. Jú, hann kemur hérna boltanum á Sindra. Sindri lítur upp, kemur með boltan fyrir markið, það er skallað aftur fyrir af Guðmanni. Skyndi sóknir í að bara nokkuð beittar. Það eru nokkuð hættulega sko. Getur nýtt okkur það, þeir eru kannski ekki fljótastir þarna aftast. Mér var hugsað til þess áðan að þegar Ísak var að sleppa í gegn að þú stoppar hann ekkert. Nei, hann er rosalega kraftur í honum. Ofboðslega sterkur. Kemur hornspyrnan og það er Óttar sem skallar þetta upp í lofti. Gunnar Nílsen út úr markinu, kýlir þetta frá en það er aukaspyrnuna eins og oft verða. Já. Í þessum aðstæðum. Svolítið svona flauta bara til þess að koma sér ekki í vesen.
ég var ekki sáttur með þetta. Nei. Jónatan með boltan hérna, gríðarlega snöggur og flinkur með boltan. Finnur ekki Matthías hérna, Óttar Bjarni rólur, setur hann út til hægri, Hákon nær að halda þess inn á. Gríðarlega vel gert hjá Hákoni hérna. Hákon sé hann inn fyrir á Viktor kemst hann í boltan, hann fyrstur á boltan, vantar stuðning en nær ekki að, nei hann hefur mist boltan aftur fyrir endamörk hérna og markspyrna dæmd. Enn og aftur eru skagamenn að komast aftur fyrir öftustu línuna. Vel gert hjá Hákoni hérna við hliðarlínuna. Hann lúsið inn. Sáum hann að... Já, nú bara pressa, sérðu. Þetta er tæpur bolti tilbaka frá Pétri. Og langur bolti, Jónatan er að koma svo Matthías, Davy gerir vel, frábælega gert hjá Sindra. Sindri hefur klárlega notið góðs af öllum þessum mínútum sem hann hefur fengið núna í sumar. Já, hann er allur að koma til í... Hann hefur fengið tölvöld mikið meira að spila á þessu tímabili í byrjunarliðinu. Já, hann er alltaf að komast í betra og betra stand. Það hefur verið svona meðsla, svona smottir í smeðslavesen á honum. Hann er alltaf gríðarlega mikilvægur í að brjóta sóknir og byrja sóknir. Ef við getum sagt það svoleiðis, brjóta þeirra sóknir og byrja okkar sóknir. Já. Og svo nýtur hann líka bara góðs af Ísakarna við hliðina á sig sko. Hann bara getur stjórnað hann svolítið og bara eins og stýripinni á hann sko. Gargar hann til og frá. Já. Það er mjög gott að hafa svoleiðis menn með sér. Það hreyfast kannski ekki mikið. Já, það getur líka einmitt borgað sig að þolinmæði þjálfara og stuðningsmenna er oft ekki nógu mikil því að það er alveg einsýnt að fái menn nógu langan tíma til þess að spila og koma sér í gang. Já, og bara aðalega. Þá skilar það sér margfalt tilbaka. Já, það gerir það. En það þarf að hafa þolinmæðina til þess að leyfa mönnum að, eins og þú varst að tala með Árna Marino áðan, að hafa þolinmæðina fyrir því að hann gera eitthvað mistök. Já. Það til lengri tíma klárlega betra fyrir Ía. Og það Guðmann lyftir þessu inn á fjársvæðið. Guðmundur fyrstur á boltan, Lennon tekur frákastið, leggur hann út. Það er Ólafur með boltan inn á teginn, Viktor skallar hann út úr teignum, Gísli kemur inn á miðuna, lyftir þessu út til hægri í áttina Hákoni. Ólafur hirði boltan á honum, reynir að finna Baldur Loga en hann missir boltan út fyrir. Það kast beint á kollina á Baldri. Guðmundur skallar hann upp í loftið. Guðmundur, nafni hans Tyrfingsson, tekur næsta bolta. Byrjar að fangar að byggja upp sókn úr vörninni. Flytur með langan bolta, teiknaði hann á kollin á Matthíasi en það gengur ekki. Óttar gerir vel hérna, Hákon sterkur hérna. Horfir möguleikana, leggur hann til hægri, þetta er tæft. Guðmundur Tyrfingsson nær ekki í þennan bolta. Þetta er Baldur Logi. Alveg óhrættur fyrir að pressa. Já. Gunnar Nílsson líður nú ekkert voðalega vel að fá mikið af þessum boltum tilbaka. Og ekkert dæmt hér, Baldur Logi fór og vöðlaði niður og þessi síðan, það er hortspyrna, Guðmundur Tyrfingsson með fyrirgjöfina. Ánægður með pressuna hjá Skagamönnum, bara að láta á að finna fyrir því sko. Þó sem komin í 1-0 yfir ekkert að vera að droppa niður, heldur bara að halda fram að pressa sko. Algjörlega. Það er Steinar sem tekur hornið. Kemur boltinn inn á teiginn, Óttar nær skallanum og hann á markið. Þurfti nú ekki að hoppa til þess að ná þessum? Nei, náði ekki, hann náði brautinni sko, hann náði ekki alveg stökinu.
HK-ingar konur í 2-0 gegn KFS. Bikadraumurinn virðist vera svona að fjara undan Vestmannaeyingum eftir hennan frækna sigur gegn Víkingi Ólafsvík í síðustu umferð. Já, alltaf gaman að svona lítið liður eða minni liður og Vantaði nú lítið upp á að Káramenn næðu að svona stela þessu af Káringum. Já, það var ekkert eðlilega gaman fá svona risa lið eins og KR og standa í þeim. Já, standa vel í þeim sko. Já, það eru Kárungar sem það vildi meina að Káringar hefðu í rauninni ekki verðskuldað hennar sigur. Nei, ég er sammála. Já. Ég ætla að vera sammála því. Já. Steinar hérna sárkvalinn eftir þessa tæklingu. Ég held ég verði því meður að tilkynna að endursýningarnar eitthvað að svíkja okkur hérna, þannig að við erum ekki að ná að skoða þetta aftur, en Steinar hérna vel þjáður. Það var það Stephen Lennon sem að kemur og hugreistir hann, þannig að væntanlega hefur hann. Já, þetta hefur bara verið óvart. Lennon góður drengur. Valur 1, Völsungur 0. En þá 2-0 fyrir Keflavík gegn KA. Sterkt hjá Keflvíkingum á heimavelli. Steinar fer út fyrir hliðalínu en gengur nú nokkuð uppréttur. Það hristir þetta af sér. Við förum á Steinar að halda. Baldurinn að taka niður. En frábær pressa hérna hjá Guðmundi og Hákon að halda þess inn á. Hákon sprækur hérna í upphæði leiks og hérna brýtur Guðmundur á Baldri óeppin hérna í rauninni. Já, það var. Davíð sterkur hérna, Mattias átti ekki möguleika hérna. Viktor í pressuna, Pétur nær að komast undan. Hann á Ólaf, hann á Baldur. Guðmundur gefur honum engan tíma hérna. Eggert Gunnþór á Guðmund. Guðmundur síðan lyftir þessu upp í hægra hornið fyrir Hörðinga sem að kemst fram fyrir Gísla Laxdal hérna og færi aukaspyrnuna. Það var Já, pínu klaufalegt hjá. Pínu klaufalegt hjá Gísla að brjóta þarna því að hann var búinn að gera vel og vinna tilbaka og elta hlaupið. Það er svona þessar fyrstu 19 mínútur að það bara lýst mér bara vel á þetta. Við erum eiginlega bara betri sko. Já, ég er sammála því en fastleikadri hérna Hörður Ingi með aukaspyrnu fyrir FH. Kemur boltinn inn á teiginn, það er Davey sem að skallar þetta frá og Steinar síðan reynsar og út af. Snöggir að taka þetta tilbaka á Ólaf, hann á Pétur. Jonathan aftur á Ólaf, yfir á Pétur, Skali þétt hérna tilbaka. Lennon kemur út til að sækja hann, Sindri gerir virkilega vel og Lennon hangir í hann og hann stendur það af sér, Sindri og geysist á stað hér, setur hann inn fyrir, þetta er aðeins og framalega fyrir Viktor Jónsson, virkilega 20 mínútur liðnar af þessum leik. Það er brotið. Staðan ennþá 1-0 eftir þetta mark Ísaks Snæs á 70 mínútu. Tryggvi Hrafn búinn að skora fyrir Valsara. Já, þeir konur í 2-0 gegn Völsungi. Frábærlega gert hjá Ísaki. Ísak nær ekki að taka hann með sér hérna í annarsinn en þessi sending tilbaka ansi tæp. Eggert Gunnþór setur hann tilbaka á Gunnar Nílsen sem að losar hann langt fram. Sindri fer nú hérna með hendina í andlitið á óvart, held ég alveg, við getum verið allir sammála um það. Í andlitið á Mattíasi. En það held ég að sé ekkert spjald á fara á loft hér.
Kemur langur bolti fram, Guðmundur skallar þetta hátt í loft upp, Lennon að taka niður, Sindri lætur hann ekki í friði, Matthías, og það dæmt aukaspyrna hérna á vítategs línunni nánast. Sindri ekki sáttur, Lennon virtist nú vera komið með, búinn að ná sér stöðu hérna og Jói Kalli með sína skoðun á þessu að sjálfsögðu. Ég misti nú að þessu, var þetta eitthvað? Já, ég eflaust hægt að dæma á þetta. Þeir að kljást þarna Lennon með boltan og hann dettur. Þetta stór hættulegt færi. Spurning hvort þetta of nálægt til þess að setja þetta yfir vegginn. Árni Marino með 5 menn í vegg. Ég giska á að hann setja þetta fram hjá veggnum. Magnús Árni. Já, hann gerir það og frábærlega var hjá Árna Marino. Líka sjónarhornin sem við fengum. Já, þetta var geggjum mynd að taka hér. Árni Marino Einarsson með stórbrotna markvörslu. Frábær varsla. Kemur hotspinnan, Lennon snýr þetta, Davey kemur svo frá. Og verða innkast, F-fangarnir halda nú smá pressu hérna. Það væri nú gaman að fá endursýningu svona fyrir safnið hjá Árna. Já, það er hægt að búta þetta allt saman niður á YouTube eftir á. Davey skallar þetta frá, gríðarlega sterkur í loftinu. Þannig að koma þessu frá. Stíga aðeins ofar. Já. Það er ekki dett of langt niður. Full margar gula treyjur í eigin vítateig núna. Hörður með boltan inn á fjær. Óttar skallar hann frá, beint á Matthías, en hann setur hann beint á Steinar sem að losa þetta aðeins. Það fangar hann á að þjappa skaliðinu vel niður hérna núna. Matthías með Sindra í bakinu, kemst ekki, það fara tilbaka, ekkert. Gunnþór missir hérna einbeitingunni í augnablik, Steinar síðan, hver á þetta innkast? Skaginn ávinni að þeir menna, en það er F-fáingar sem að fá innkastið eins og þar. Þetta er að Steinar sem að setti tána í boltan hérna. Sindri tekur hann niður, kemur hann á Ísak síðan upp í vinstra á hornið, Guðmann Þórisson svona innar vörnarna. Já. Setur hann bara auðvitað út af. Það er sennilega skítrættu við að fá Gísla á ferðin á sig. Stillum við upp í langt. Ísak með flotta snertingu þarna inn fyrir á Hákon, en hann aðþrengdur. Gunnar Nílsen snöggur að koma þessi leik núna. Pétur á Ólafur missir boltan út. Þetta er bara einbeitingarleysi algjört. Það hafa verið svona nokkur touch sem að hafa verið dálítið svona borðismerkjum, að vantaði bara aðeins meiri einbeitingu hjá F-fáingunum í þessum leik hingað til. Það er Guðmundur með innkast fram á Viktor tilbaka á Ísak reynir að koma þessu fram hjá Baldri en gengur ekki. Ísak tilbaka á Guðmund sem að lyftur hann upp í hægra hornið. Viktor eldir og nær nú að komast í boltan, en Pétur truflaði hann nóg. Það er Guðmann. Það verður aðeins svona dregið úr ógninni sem að Ía var að ná að. Já. F-fangarnir virðast vera að ná aðeins betri tökum á spilunni hjá sér aftast, sko. Við erum að halda fram að pressa þá vel, en sko
en þeir svona virðast vera aðeins að rólegari á boltan og ná að spila sér betur út. Því við vorum að pressa á rosa vel í fyrstu 20 sko. Já. Kemur Pétur með langan bolta. Þetta hefur nú ekki verið að gefa F-fangun neitt. Þessi lengri boltar. Nei, þetta er auðvelt að verjast þessu. Ólíkt F-fangum að spila svona. Já, þetta er ekki einu sinni skáboltar sko. Þetta Nei, er þessi beinu boltar upp sem að hafa endað bara hjá Árna Marín og Guðmann. Þessi er hefðsum beint á Jónatan. Frábælega gert hjá Tamburini sem að kemur honum á Gísla. Gísli áttu bara að vaða. Fer í skotið og það er vel yfir markið en hárrétt að reyna þetta. Já. Allt í lagi. Það er svona virðist eins og vanti eitthvað sjálfstraust í F-fangana. Þeir eins og hérna bara rétt á að missa boltan út á A-leitn uppkantinn og touch og sendinga tilbaka. Það er ekki gamlega góða F-fá sem maður var svo hrifinn á. Mulningsvélinn. Já. Óli virðist samt vera léttur inn á línu. Hann gerir ekki annað en að grínast og hlæja. Já. Guðmann út á Hörð. Óli hefur nú verið stjórnað liðum í ansi mörgum leikjum og veit svo sem að það er ennþá nógu tími. Baldur Logi með baki í markið, rekinn tilbaka á Guðmund. Það er ekkert. Ísak með fína pressu hérna. Þessi er ekki farinn, Ísak. Það er ekki að koma honum á Viktor en Steinar tekur hann niður. Steinar Gísli með braut fyrir fram að segja. Hann er kominn inn fyrir Hörðinga. Hörður nær að ná honum og hirðir á honum boltan. Frábær sending á Steinar. Sjáum að Gunnar Nílsen líður ekkert allt of vel með boltan á fótunum hana. Davey á Steinar. Hann með Lennon á eftir sér. Út á Elias Tamburini. Tamburini á Gísla. Hörður stígur fram fyrir hann. Nei, stígur inn í hann. Og aukaspyrna dæmd. Þá var það KFS búin að minnka muninn gegn HK. Það er staðan 2-1. Við vorum kannski full fljótir að afskrifa á. Kannski bíðum aðeins lengur allavega. Það er gaman að byggarnum. Það er alltaf einhver svona sérstök stemming. Það er Steinar. Svo er þetta bara styðsta leiðin í bæði Evrópu og titil sko. Akkurat. Það er ekki að vinna um að 3 leiki þá ertu bara komin í úrslitaleik sko. Steinar með boltan inn á tauginn. Óttar vinnur. Það er ótrúlegt hvað skagamenn hafa náð að vinna mikið af skallaboltum í hornum og aukaspyrnum. En ekki náð samt að gera sér almennilega mat úr því. Ekki búið til almennilega hættu sko. Keflavík 3, KA 0. Þar virðist bara vera að úrslitin sé að ráðast. Valur 3, Völsungur 0. Það er nú bara 15 mínútur eftir á Keflavík KA. Já. En Húsvíkingar ekki að sækja gull í greipar Valsmanna eins og einhver myndi orða það. Óttar Bjarni setur hennan út á Langasand. Nei, það náði ekki. Ólafur með innkastið. Lennon er að búa sér til pláss aftur á Ólaf. Hann á Baldur sem að vinnur innkast. Lennon á Ólaf. Skipta þær yfir. Guðmann og ekkert. Lennon kominn aftarlega á völlin að sækja boltan hérna. Yfir á Guðmann. Skalið verst þétt. Lennon í gegn, frábær tækling hérna hjá Guðmundi, boltinn laus í teignum út á Pétur Viðarsson af öllum mönnum sem á skoti í varnarmann og Árni Marín og hann sama síðan boltan. Við erum að standa þetta vel, við erum ekki að leyfa þeim að spila á milli línuna og stinga þeim í gegn, þetta er bara lofað mjög góðu. Það er fyrir utan færið þarna á fyrstu mínútu sem að þeir hafa ógnað eitthvað almennilega. Já,
Árni með langan bolta, Hákon fer í, fær eitthvað höfuðökk rekst hérna á Pétur Viðarsson. Já, Valsararnir komin í 4-0. Já. Og HK 3, KFS 1. Við verðum að afskrifa það aftur, KFS. það er gaman að þessu, það er fullt af mörkum. Fullt af mörkum. Já, menn ekki sammála hver á boltan en F-fangarnir ætla að eigna sér hann hér. Pétur með langan bolta fram. Sindri vinnur ekki boltan en Óttar gerir það. Viktor klálega í rangstöðu þarna og vissi það. Hér fær Viktor Jónsson boltan. Reynir að setja Ísak í gegn þarna. Ágætis hugmynd. Já. Lennon missi boltan svolítið langt frá sér þarna en bjargar þessu. Davey í bakinu. Við sjáum að Matthías Viljánsson fær mjög lítinn tíma á boltanum. Hvort sem að það er Óttar eða Sindri eða Davey, menn eru nálægt honum. Baldur vinnur hennar skallabolta en Hákon tekur annan boltan. Tilbaka á Guðmund. Guðmundur síðan vinnur innkast. Já, rétti, Mette fær mjög lítið plás þarna frammi, hvort það sem að er Óttar eða Davey sem að duglegur að stíga upp í hann og svo hinn að taka á móti. Það er lykillinn að stoppa F-liði. Og eins með Lennon, hann þarf að koma hérna niður neðarlega til að sækja hann. Já. Tamburini á undan. Jónatan er hérna í boltan en innkast. F-fangar eru nú meira með boltan en hafa ekki náð að skapa sér dauðafæri. Sindri fer hérna í Baldur Loga sem að færa aukaspyrnu, þannig að sá maður nú mun í árum og kílóum. Já. Það hafi nú verið stór partur af þessu en aukaspyrna dæmd. Það er Lennon og Guðmundur Kristjánsson sem að standa við boltan. 11 mínútur eftir að venjuleikjum að henni fyrir hálfleik. 4 í vegg. Það er Guðmundur sem að hóta skotinu, síðan er það Lennon sem fer í skotið og þetta sleikir stöngina þarna alveg upp í vinklinum. Þetta var sennilega það næsta sem þeir hafa komist í að skora. Já, mér fannst nú hinn aukaspyrnan líklegri sko, þangar til að höndina átna sló hann í burtu. En frábær aukaspyrna á Lennon. Við verðum að passa að vera ekki að gefa þeim aukaspyrnu svona í grennd við teginn. Þú veist aldrei hvað gerist. Þetta er sterkur þarna, Matthías kom í náttúrulega líka. Eggert Gunnþór upp í hornið, Baldur Logi, Guðmundur gríðarlega snöggur og undan honum þarna. Og Alexander Davey setur hann á Hákon sem hann er að halda þess inn á. Kemur hann á Steinar. Steinar brotið á honum. Guðmundur gerir það. Sindri vill vera snöggur að taka þetta. Sendingin misefnuð. Nær ekki að lyfta honum þarna. Beint á Hörð. Sem að nota benni var IATV leikmaður ásins árið 2019 hjá IA. Stóð sér frábærlega það ár. Já, algjörlega. Og það er markspyrna dæmd. Já, breyttum skoðan hana. Já. Sem er vel. Sindri full bráður á sér þarna á miðjunni. Bara við verðum að gefa okkur tíma í hlutuna. Hörður Ingi svo sem búinn að ná að hafa ágætis heimil á Gísla Laxdal hingað til í leiknum. Já. Þetta er ekki ástæðalausu sem hann er valinn í A-landslið hópi Íslendinga, þannig að eitthvað að hafa þér fyrir sig það. Hann er hörku leikmaður. Já. Aukaspyrna dæmd hér og Eggert Gunnþór. Er hann það bara 23 ára, þannig að hann á nógu eftir.
Guðmundur Tyrfingsson fær hann hérna, Steinar tekur sprettin utan á hann, brotið á Guðmundi og aukaspyrna hérna á góðum stað. Nú viljum við sjá Skagamenn vinna skallaboltan og setja hann á ramman. Ég óska eftir því hér. Er ekki alltaf þegar þrennt hjá Óttari, ætla hann stanga hann ekki inn núna bara? Jó. Það eru Guðmundur Tyrfings og Steinar, það er Steinar sem að tekur spyrnuna, lyftir þessu lauflétt inn á teginn, en þetta er aðeins og hátt fyrir Viktor og tiltölulega einfalt fyrir Gunnar Nílsen í markinu. Já, ekki fengum við mark. Hanna. Mattias vinnur hennan bolta, Guðmundur á Eggert. Það er hann aftur, lyftir þessu upp í hægra hornið, Tamburini misreiknar aðeins boltan hann, Jónatan fyrir á vinstri, leggur hann út í teginn, Sindri vel vakandi hann. Eggert Gunnþór vinnur boltan aftur af Ísak Snæ, hann kemur boltan inn á teginn, fær hann aftur og vinnur síðan hotspyrnuna. Vel gert, áfram! Já, F-fangar fá enn eina hotspyrnuna hérna. Snýr þetta inn að markinu, Mattias vinnur skallan, Óttar Bjarni setur hann út. En ná að síðan að reynsa þetta, Baldulogi náði ekki kraft í skotið þarna og Gísli síðan á endanum reynsar þetta frá. Þetta hefði getað rokkið hvert sem var. Óttar er ekki í neinu vandræði með að skalla þetta frá. Steinar framlengir en F-fangar enda með hann. Jónatan finnur pláss þarna, sendur hann inn fyrir á Lennon, en tilbaka á Hörðinga sem á skotið fram hjá markinu. Þarna náðu þeir að finna pláss á milli línana. Já, þeir gera það, þarna gerðu þeir þetta vel og Hörður Ingi endaði svo með skotið sem betur fer vel framhjá. En þarna aftur reyna þeir að finna á milli þar sem að Lennon finnur sér plássið og matar félaga sína. KM búin að minnka munin í Keflavík, 3-1 staðan þar. Sindri setur hann í gegn, svona vanta bitið í upplaup Skagamanna svona frá, eins og ég segi, frá 20. mínútunni. Já, ég sammála því, við erum aðeins að gefa eftir. Mattias og Elías nær sér í gult spjald hér, réttilega dæmt. Við erum að horfa aðeins svo mikið inn í hálfleikinn sko. Við erum að klára þetta út hálfleikinn. HK4, KFS 1. Er það þá ekki búið? Ég held að, nú skulum við afskrifa það bara. Það var gott rönn og eftirminnilegt. Þetta verður örugglega lengi minnum haft. Þessi augnablik úr 32 úrslitunum. Já, þetta er að lifa á þessu lengi. Ekki spurning. Það voru fleiri blíðist þar heldur en í dalnum með Vesturmæðingina. Þannig að það kemur Hörður með fastan bolta inn að markinu og Árni Marinó vel með á nótunum hérna. Kemur hann langan eftir að Gísla lagstaðan. Hörður skallar þetta frá. Viktor finnur Steinar með smá pláss hérna. Geysist í áttina vítateignum. Pítur Viðarsson rekur hann tilbaka, Elías Tamburini, Sindri. Þú var ná nokkur sendingum inn á milli núna, aðeins að algjörlega fá sjálfstöðstíð að vera með boltan. Pítur aftur tilbaka á Árna og pressa á hann hérna, setur hann út til hægri. Hákon
vinnur þennan, farið í baki á honum, fær aukaspyrnuna. Ég er hrifinn af Guðmundi hérna í hægri bakverðinum, hann heillar mig, það sem maður. Já, Keflavík 3, K.A. 2, 5 mínútur eftir þar, K.A.-menn búin að skora núna 2 mörk á 2 mínútum og snúa leiknum alveg á haus. Fá smá dramatík. Já, það getur allt gerst í bikarnum. Óttar hittir þetta fram, Guðmundur Tyrfingsson að komast inn fyrir Óla, gerir það og fellur sig hann við, en F.A.N.G. ná að hreinsa þetta frá, náðu að komast inn fyrir Óla þarna. Nú kemur Davy í innkastið. Stór mannfagnaður þarna inni á marktegnum. Sýnst þegar að Guðmann sem að stökk hæst þarna, Davy séðan með hann aftur inn á teginn og þarna dettur hann niður í marktegnum. En F.A.N.G. ná að koma þessu frá. Guðmundur kemst fram í Mattíasi, fer í fyrirgjöfina, hún er ekki nógu góð, en innkast sem að Skagamenn fá. Þetta er betra. Já, þetta þurfti að hafa Viktor eða einhvern sem átt að taka nærsvæði á tónum. Já, við viljum halda F.A.N.G. þarna núna svona aðeins fyrir að styttist í hálfleikinn 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Og það er fínt að hafa á þarna. Kemur Davy með innkastið. Það er Ísak sem að skallar þetta út, Gísli leitar að skotinu, fer í skotið, það er mátt lítið, en fær hornspyrnu. Það var nú ekki leiðilegt að setja eitt núna bara fyrir að koma okkur í 2 marka fórustu. Það væri alveg ljómandi. Við tækjum það. Það er Steinar Þorsteinsson sem að tekur hornið, lyftur þessu inn á fjær og það er Alexander Davy sem að virðist ná að skalla boltan þarna, en Gunnar Nílsen fær dæmda aukaspyrnu. Hún snöggur að taka þetta. Ólafur Guðmundsson. Mattías kominn núna enn og aftur aftarlega. Ísak og Sindri. Það kemur pressan aftur, pressan góð. Lennon með smá plás, nær hann að snúa Óttar sendir hann tilbaka, Davy hreinsar þetta síðan frá. Ísak gerir vel í að búa sitt í smá plás hérna og farið aftan í hann síðan og aukaspyrna. Aðeins farið að pirra F.A.N.G. sýnist mér. Það hefur verið dæmt af mark hjá K.A. virðist vera, það er búið að bakfæra þetta mark K.A.-manna. Eflaust mistök í úrslitaþjónustunni. Það er staðan 3-1 í Keflavík en þá. Steinar gefur sér ágætis tíma í þetta hérna. Leiktíminn er að renna út hérna í fyrri hálfleik. Gísli Laxdal kemst í boltan, vinnur Inga, hotnið. Hotspyrnan, skalla frá af Pétri með Guðmanni. Steinar í baráttunni, Mattías Viljánsson enda með hann, kemur á Jónatan. Steinar lokar á hann, reynir það allavega, gerir það vel og vinnur á hann boltan og fær aukaspyrnuna. Gert hjá Steinari, frábærlega gert. Og það er spurning hvort að miklu hefur verið bætt við, kannski í 2 mínútum. Það voru einhverjar örlitla tafir hérna snemma í hálfleiknum. Þannig hefur leikurinn flotið nokkuð vel. En hér er flautað til hálfleiksstaðan 1-0. Óskar staða heimamanna hérna í hálfleik eftir þetta fína mark hjá Ísak Snær Þorvaldsinni sem við sjáum hér, sem að fekk frábæra sendingu í gegn frá, var það ekki Steinar Þorsteinsson sem að senda hann í gegn? Var ekki Sindri. Var það Sindri á Lennon á miðjunni. Og Ísak stóð af sér pressu frá Pétri Viðarsinni og sett hann í fjærhornið, en
Því miður náum við ekki að rifja upp það mark núna eins og við gerum vanalega hér. En við munum taka okkur hlé hérna og koma aftur með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, farið því ekki langt. Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu, greiði fyrirfram og sækir. Dominos.
Jæja, velkominir aftur kæra áhorfendur. Það síðara hálfleikur framundan hér IA FH, staðan 1-0 fyrir IA. Og já, eigum við að segja verðskuldu fórusta, Andri, byrjuðu vel, pressuðu vel, uppskoruðu þetta mark og héldu FH-ingum í skeiðin. Jú, eða ekki, eigum við ekki að segja verðskulda bara, þó að FH vissulega meira með boltan. Já, en svo sem lítið að gera við hann og lítið skapa sér fyrir utan þessar aukaspyrnur sko. Og kannski eitt skot frá Herði í fyrirháleik sem að var langt framhjá, þannig að jú, segjum það bara. Við svo sem fengið okkar upplöf líka sko. Já, algjörlega. Keflavík Káa, þar leiklokið. Keflavík komin í 8 liða úrslit. Nokkuð sterkt. Káa liðið búið að vera á ágætis rönnu undanfari. Vinnaði nokkuð örugglega á heimavelli 3-1. Já, og sama með Keflavík, það ekkert gefins að fara þangað. Nei. Síðan aðrar hálfleikstölur, Valur 4, Völsungur 0 og HK 5, KFS 1. Það Já, við setjum einn við það. Já, þetta eini spennuleikurinn hér. Og sjálfsögðu í þráðbeinni hérna hjá okkur á IA-TV. Það skipting í vændum sýndist okkur hér í hálfleiknum hjá Skagamönnum. Já, Hlynur virðist vera að koma inn á, það spurning hvað. Já. Þeir eru allavega báðir. Já, Tamborini greinilega meiddur. Já. Og það hann gengur hérna með fram hliðarlínu með kælipoka á lærinu sýnst mér. Já. Og það Allan hafi fengið örvunarskamp núna í. Það gæti verið. Hlynur Sævar Jónsson hans allavega að koma inn á. Kemur þá ekki beint bara í bakvörðin? Gerir ráð fyrir því. Hlynur leikmaður sem getur leyst ansi margar stöður á vellinum. Við höfum síðan spila inn á miðjunni í hægri bakvörðinum miðvarðastöðu og núna vinstri bak. Hann eins og íslenski fjárhundurinn, hann getur smelt sér í allra kvikmynda líki. Já. Þetta byrjaði ekki vel, þetta gefið þeim bara markspyrnu. Já. Og pressum á það. Óbreytt lið hjá FH-ingum. Já, aðeins Björn Daniel byrjaði að hreyfa sig aðeins. Já, en liðin eru kannski annars þannig skipuð að Árni Marino Einarsson í markinu hjá IA í 4 manna varnarlínu. Það Hlynur Sævar, Alexander Davey, Óttar Bjarni og Guðmundur Tyrfingsson. Síðan á miðjunni Steinar Þorsteinsson, Sindri Snær og Ísak Snær og út á köntunum Gísli Laxdal og Hákon Ingi og síðan Viktor Jónsson frammi í 4 manna varnarlínu. Gunnar Nílsen í markinu á FH í 4 manna varnarlínu. Hörður Ingi, Guðmann Þórisson, Pétur Viðarsson og Ólafur Guðmundsson. Síðan í 4 manna miðju Guðmundur Kristjánsson, Jónatan Ingi, Eggert Gunnþór og Baldur Logi. Síðan eru 2 framherjar. Það má alveg segja að Matthías er svona eiginlega kominn í hóluna fyrir aftan Lennon akkurat núna. Matthías Viljánsson og Stephen Lennon. Gísli Laxdal grílast nokkur. Pétur nú reyndar. Já, röskur hann. Já, gerði vel hann. En Guðmann átti ekki séns. Sindri vinnur boltan fyrir IA. En Pétur Viðarsson reynir að ná boltan með aftur á Ísaki þarna og dæmt síðan aukaspyrna. En Ísak stóð þetta af sér eins og Já, hann er ótrúlega sterklega byggður og styrkur í honum sko. Alvöru svona atvinnumanna skrokkur sko. Kemur boltinn til hægri og Hörður Ingi skallar þetta út af og Sindri lætur hann bara fara. Já, fá veit langt. Kemur Davey með innkastið. Hver vinnur þennan?
Það er Guðmann sem að skallar hann og Gunnar Nilsen nær þessu áður en að fer út af. Spilna frá honum, ekki nógu góð, slæsar hann hérna beint á Sindra Snæ. Guðmann gerir vel hérna, Viktor snöggur á fætur. Hörður Ingi á Pétur, tilbaka á Gunnar Nilsen sem að setur hann langan. Guðmundur vinnur skallan, Óttar í smá vandræðum, Baldur Logi vinnur boltan, nálgast teginn, setur hann út á Jónatan fer yfir á vinstri að sjálfsögðu, leggur hann út í teginn, Stíven Lennon átti marinn og ver þetta frábærlega! Var þetta Óttar sem kom hann að fljúandi inn í mynd? Já. Sá bjarga á línum. Þetta var ótrúlegt, þetta var besta færi F-inga. Sáum hérna að Jónatan Ingi, það má ekki hleypa honum á vinstri fótinn, leggur hann hérna en þarna skall hurnar í hælum og Skagamenn nokkuð heppnir hérna. Árni Marino kemur út og grípur þetta, kastar út á Gísla. Gísli síðan við það að ná boltanum á undan Herði en gengur ekki eftir. Herður á Guðmund Kristjánsson og það verður að halda einbeitingu hérna. Hlynur kemst á milli, Jónatan vinnur boltan. Jónatan Ísak mættur til að hjálpa til. Guðmann á Guðmund. Guðmundur fer á stað. Nær fyrir gjöfinni, setur hann út í teginn og Stíven Lennon hann þarf að tegja sig í hann. Gerir Guðmundur vel. Já, fylgd honum hann. Gríðarlega mikilvægt að hann fá ekki frítt skot hann. Annan mark Skagamanna myndi nú róa margar taugar hér á vellinum. Já, við verum að passa okkur á að hleypa F-ingum ekki alveg svona mikið inn í leikinn. Við erum strax búin að fá dauðafæri eftir 5 mínútur og við erum aðeins svona að halda þeim í skefjum, aðeins lengur allavega. Ísak nær að halda þessi inn á. Guðmundur brýtur á honum síðan og aukaspyrna í ákjósanlegri stöðu. Við verðum að fá svolítið að þessum svona ígildi hornspyrna hana. Skagamenn hefur ekki tekist að ógna nógu vel ennþá. Nei, ekki þessum aukaspyrnum. Við erum fínir í hornunum og finnast svolítið skrítið þessi svona svifboltar sem við erum að setja inn á teginn. Vetsarnir sko. Já. Það er að negla á inn sko. Sérðu, þetta flot á Hlynur, vinnur skallan, Sindri heldur þess inn á. Sindri snýr á vinstri fótinn og vinnur hornspyrnu. Hann leynir á sig Hlynur Sævar, hann er nú ekki hár í loftinu en gríðarlega sterkur skallamaður. Gríðarlega öflugur í loftinu, já. Tímasetur stökkinn sín vel. Og mikinn stökkkraft. Þá er það Steinar sem að eitt sem ég hef tekið eftir á Guðmundur Tyrfingsson mikið fyrir að bjóða sér stutt en kemur boltinn út í teginn, skalla frá að Pétri Viðarsinni. Gísli Lagsdal er á undan Jónatan tekur annan boltan. Jónatan geysir til og fram, Gísli eftir hann, togar aðeins í hann hérna, setur hann síðan inn fyrir á Mattias og þá er aukaspyrnan dæmd. F-ingar vilja fá spjald og fá, algjörlega rétt. Já, Gísli var greinilega að reyna að stoppa bara. Já. Hraða upplaup. En hefði mátt gera það svona aðeins meira professional en allt er góðu. Já, HK 6, KFS 1 þegar að Hörður Ingi tekur þessa aukaspyrnu hér, snýr þetta út í teginn og það er F-ingar sem að ná skallanum. Það var Eggert Gunnþór en hann nær ekki að halda þessu niðri. Frábær sendingi frá Herði þarna. Þetta er akkurat það sem var að biðja hinum megin sko. Það er margir aðtugilir Skagamenn taka nú eftir að Hörður er nú að spila í hægri bakara stöðunni hjá F-ingum. Það var nú vanari að sjá hann vinstra megin. Já. Það er jafnvegur á báða, hann getur spila báðu megin. Viktor er ekki að halda boltanum þarna. Baldur Logi finnur ekki Samirja, sendingin inn fyrir á Hákon. Hákon nær að snúa. Leitar eftir möguleikum, hefur ekki marga, Guðmundur kemur utan á.
Guðmundur nær fyrirgjöfin út í teginn og Pétur skallar þetta frá. Og F-fangar ná á endanum að setja þetta frá. Þetta vel spilað hjá þeim. Hérna kemur Hörður og Jónatan aftur. Þessi sending sennilega aðeins og löng. Nei, Jónatan gríðarlega snöggur. Jónatan Ingi á móti Hlyni. Jónatan leggur þetta út. Baldur reynir að setja hann inn á teginn en Hákon mættur þar til að hreinsa þetta frá. F-fangar að mæta hérna gríðarlega ákveðnir í síðara hálfleikinn. Grunleita að Óli hefur eitthvað látið að heyra það í hálfleik. Kemur Pétur Viðarsson reynir skotið en það er í varnarmann og síðan er Árni Marino sem að heyrði þetta upp. Þetta er beint á kollin á Guðmanni og frábær skallið hjá honum, beint á Matthías. Sendingin frá honum ekki nógu nákvæm. Árni Marino í smá vandræðum hérna, setur boltan beint á Matthías sem að setur hann inn á teginn en Alexander Davey skallar þetta frá. Sjáum að skaliðið er gríðarlega þétt og djúpt tilbaka. Matthías flyttur þessu áfram beint á Alexander Davey sem að setur hann svo bara á Jóa Kalla. Það varst að tötsi á Jóa. Ágætis, hann svona, ef hann hefði mátt fara inn út úr bóðvagnum þá hefði hann haft stjórn á honum. En hann er búinn að læra það, hann á að halda sig innan bóðvagsins. Mér sýnst líka búið að vera að minnka það hjá honum. Ég veit ekki hvort það sé viljandi gert það. Þrengir á honum sko. En ég hefði haldið að hann er í víkkaður út hérna aðeins nær hotfónanum. Alveg út á hotfóna kannski. Já. En það var Guðmann slaka sendingu beint út af. Kastið það er beint á kollin á Guðmundi Kristjánssoni. Sindri síðan inn á miðsvæðið. Þar er Eggert Gunndór sem að hirðir hann upp. Ólafur kemur utan á hann. Sendingin framalega en Ólafur er að halda þessu inn á. Fram í Hákoni. Leggur hann á Baldurlóa sem að lyftur honum inn á teginn. En þar er bara Hlynur Sævar. Það var hættulaust. Hlynur lyftir þessu fram á þig. Gísli Laxdal í hlaupinu. Viktor er ekki í valdaboltanum hérna og Steinar brýtur síðan á herði. Það getur þessi vinskapur þarna. Það eru snöggur að taka þetta. Ekkert að leyfa Skagamönnum að stilla neitt upp. Slögg sending, Hákon togaði hann. Þetta hlýtur það, já. Gulaspjaldið á Baldurlóa. Jájá, samræmi í þessu. Já. Nú laga aðeins að reyna að halda boltanum og passa hann. Svo lengi sem við ætlum ekki að þurfum honum inn á teig bara. Já, Gísla Laxdal en Hörður sér við honum. Hefur haft ágætis tök á Gísla í þessum leik. Já. Eggert Gunndór tilbaka á Gunnar Nílsen og þetta er skrítin spilamennska þarna að þessu sinni. Já, þetta er skrítið. Ekki það að pressan hjá Skaganum hafi verið neitt frábær en nógu góð var hún. Hann er greinilega skítrættur við að fá boltan í lappir. Það er að gera að þvinga þá í það. Algjörlega. Það var að Steinar með hotspyrnuna. Kemur inn á fjær, skalla frá af Vattavill. Nei, það er Guðmann. Guðmundur Tyrfingsson heldur þessu inn á. Fær nógan tíma að tíja þetta upp í skallan. Skallið frá Óttari fram hjá markinu. Engin pressa á Guðmundur Tyrfingssoni þarna þegar hann mundaði þessa fyrirgjöf. Já, og góð fyrirgjöf líka.
Kemur pressan, Steinar var nálægt því að ná boltanum hérna af Guðmanni. Jónatan nær að snúa á Hlyn, en Hlynur vinnur vel tilbaka hér. Jónatan fer á vinstri fótinn að sjálfsögðu. Sindri stoppar hann. Hvað gerist hér? Þetta var eitthvað ákaflega sérstakt. Ísak út til hægri á Hákon. Hákon fer á vinstri fótinn. Frábærlega gert, Guðmundur. En Ólafur Guðmundsson vel með á nótunum hana. Og það er gult spjald á, hvern? Bara Guðmann. Guðmann Sigurðsson. Eitthvað sem hefur gerst hérna í aðdragandanum að þessari sókn. Já, eða hann hefur sagt eitthvað. Það kemur svo sem minna á óvart. Kemur Guðmundur færi þetta stutt hérna. Það er nóg að plásið það núti til að... Setur hann fastan fyrir beint á Matthías Lennon síðan sem að hreinsar þetta frá. Það er beint á Gísla Laxdal sem skallar hana bara tilbaka. Guðmann skallar hana svo niður fyrir Hörð. Hörður. Það gerir Sindri vel. Sindri stígur hann. Þetta var Matti plás. Smá einbeitingarleysi hérna. Getur verið hættulegt að eyða tíma í að mótmæla þegar þú átt að vera komin í ákveðna stöðu. Þetta heyrðum að Jóa Kalla reka Sindra tilbaka. Einhver hreyfing á Varmarbæk skagamanna. Sá ekki betur en Aron Kristófer var að gera sig kláran. Skiptum ekkert Guðmundur þarna. Sindri kemur eins og Steinar, frábær móttaka hjá honum. Hann lyftir þessu inn fyrir, þetta er óvinnalega. Gunnar Nílsen kemur út úr markinu. En frábær fyrsta snertingarna hjá Steinari. Mínútur liðnar af síðari hálfleik, staðan ennþá 1-0. Já, byrjum Stenna aftur velveringar á þessu. Takkin eitthvað aðeins að vera leiðileg við okkur hérna. En vonum að þetta haldist, þetta búið að haldast nokkuð lengi hjá okkur. Þetta núna, en þá eru F-fangar í sók, Matthías. Og Jónatan ná ekki að tengja hérna Davy. Sýnist Davy að vera alveg búinn. Já, það er þá Alexander Davy sem er sennilega að fara af velli hér. Aron Kristófer og Eyþór Aron Völ er að koma inn á. Hver er þá, er það þá ekki Viktor Jóns líka sem að kemur af velli eða hvað? Og við fáum Eyþór í fremstu vílinu. Ímynda með það. Viktor búinn að vinna vel. Já. Eyþór Aron er kraftmikill strákur sem að væri gaman að sjá hann fá tækifæri hér. Gísli að fara út af líka. Viktor og Alexander Davy maður sjá. Já, er það Alexander, er Davy ekki sá sem að fer af vellið? Já, jú, við veist alltaf pínan áfram. Já, kannski átt að bíða þess með skiptingun á Aroni. Já, hann kemur inn á aftur en Gísli Laxdal Unnarsson, já, hann fór af velli fyrir Eyþór Aron og hér er hann Eyþór að brjóta af sér. Fangar vilja fá að taka þetta snögt en verður ekkert úr því. Engin stígur Lennon núna. Það er Guðmundur Kristjánsson sem að ætlar að taka þessa spyrnu. Hins vegar klár þarna úti vinstri. Spurning hvort hann leggur hann á hann. Nei, þetta er skotið. Það er ekki langt fram hjá Hlynur Sævar Jónsson liggur hér. Já, það voru
eitthvað rautt. Eftir að rautt á Jónatan Rautt Inga. spjald á Jónatan. Ég veit ekki hvort að við eigum þetta en við náttúrulega náum ekki að spila það tilbaka en við erum að, þetta gætum við átt eftirleik hins vegar og guldspjald á Pétur Viðarsson fyrir mótmæli væntanlega. Jónatan Ingi beint rautt spjald, Hlynur liggur heldur kviðin á sem virðist hafa fengið högg á kviðin frá Jónatani. Jú, þetta er olbóðskot. Hann olbóðskot beint jafnvel í hálsinn sko. Þeir eru eitthvað að kljást. Já. Svo kemur höggið, já. Þetta er bara hárrétt rautt spjald. Já. Þetta er hárrétt og aðstoðardómarinn væntanlega hefur verið, hann var vel staðsettur, sá þetta, en þetta breytir leiknum töluvert fyrir F-áinga. Þetta er agalegt að láta veiða sig, að láta hafa sig út í svona vitleysu. Sjáum Jónatan getur ekkert mótmælt þessu. Fyrir þá sem að, en þá er aukaspyrnan bara endurtekin. Þetta gerðist væntanlega áður en að spyrnan var tekin þá. Þannig að F-áingar fá annað tækifæri. Fyrir aukaspyrni á Guðmundi var nokkuð nálægt markinu. Nú er það Stephen Lennon sem er mættur, hann tekur skotið og það er vel yfir markið. Nú er spurning hvernig F-áingar bregðast við þessu. Þeir ræða málin hér, Ólafur og Davíð Þór Viðarsson er á hliðarlínunni. Kalla skipanir inn á Brynjar Snær. Það gerir sig kláran hér á hliðarlínunni fyrir Skagamenn. Svo sterkur í loftinu þarna. Óttar lætur hann, segja hann bara fara. Bendur svo sem áhugasömmum á það þegar að horfa á þetta á YouTube og það er náttúrulega hver og einn getur alltaf spólað tilbaka á og séð aftur þetta atvik. Brynjar Snær að koma inn á fyrir Alexander Davey, þá fer Hlynur Sævar í miðjavörnina sýnist mér. Ja, hvort er Aron Kristófer í bakvörðin. Aron Kristófer í bakvörðin, já. Daldar tilfæringar hérna. Engin ágætis heimamenn í ágætis stöðu, manni fleiri marki yfir. Já, við erum að nýta okkur svona meðbyrð, það er alveg klárt. Og ætti að ganga betur, svona fræðilega séð að halda í boltan ef að menn vilja það, þar að segja. Já. Mattías með sendinguna yfir. Átni varinn á út úr markinu. Sjáum að Baldur Logi kemur hérna yfir til hægri. Það finnst verið að Mattías fari út á vinstri kantinn hérna. Já, og Lennon eitt frammi þá. Já, það sleppir bara manninum í hólunni. Átni rúrar þessu vel fram öllin hér. Eyþór Aron var í rángstöðu og réttilega dæmt. Valsarar konir í 5-0 gegn Völsungi. Frábærlega gert hjá Hlyni, kemst hérna fram fyrir Lennon. Setur hann út til hægri á Hákon. Inn fyrir á Eyþór Aron. Eyþór nær að taka niður. Pétur Viðarsson í bakinn á honum. Eyþór setur hann tilbaka á Guðmund. Já, höldum honum segir Jói Kalli. Já, mjög skynsamlegt. Þetta verður nóg plás fyrir okkur. Aftur á Guðmund, hann langar að fara frá sóknarleikmaður. Setur hann inn fyrir á Hákon. Hákon í fyrirgefastöðu hvað? Nær hann að koma sér inn á tegin, þetta fyrir varnarmann og aftur fyrir í hliðanettið. Það var það Brynjar Snær sem kemur og tekur þessa hornspyrnu þegar að síðari hálfleikur er nánast akkúrat hálfnaður. Þessi á nærsvæðið skóplað burt af Mattíasi Steinar. Hann er að taka niður fyrir Aron Kristófer sem að setur hann aftur út á Brynjar Snær. Brynjar, tími í fyrirgjöfina, snýr þetta inn. Baldur Logi skalla frá.
Ólafur séðan út til hægri á Hörðinga. Hlynur Sævar gerir vel, kemst fram fyrir hann og brýtur síðan á Baldri, skynsamlega gert. Þá Vúk Óskar að koma inn á fyrir F-fáinga. Dimitrijevic fyrir Pétur Viðarsson. Það sóknarskipting 3-5-1 segja þriggja manna varnarlína núna. Vúk fer út til vinstri. Já, það ætla að skilja Guðmann eftir einan í hjarta varnarinnar. Já. Óttar gerir þetta vel, kemur honum á Hákon eða hvað? Nei, Hákon heldur honum ekki inn á. Já, það kannski tækifæri fyrir sneggri leikmenn Skagans að stinga sér aftur fyrir Guðmann. Veit það ekki. Já, láta Völler djöflast og djöflast í honum. Já, Guðmundur lyftur þessu hérna. Guðmundur Tyrfingsson við það að komast í bolta. Matthías Viljánsson að koma sér hérna. Kemur hann á Vúk, hann setur hann beint á Óttar sem að hreinsa svo frá. En það virðist vera að þrátt fyrir liðsmunin að þá ætli Skagamenn bara að leyfa F-fáingum að hafa boltan og reyna. Kannski treyst á skyndisóknir. Gæti orðið hættulegu leikur samt. Já, Matthías að finna pláss hérna. Guðmundur Tyrfingsson djöflast í honum. Kemur hann á Vúk. Guðmundur pressar á hann. Skiptir yfir á Hörð. Hörður Ingi. Fram út á Baldur. Slögsending hjá Herði. 20 mínútur eftir. Það ef ég tala fyrir sjálf mig, taugarnar þandar. Já. Eyþór gerir þetta virkilega vel, að komast hérna inn fyrir Guðmann. Eyþór, nú vantar hann stuðning að missir af boltanum þarna. Hákon Ingi var á harðan hlaupum inn á teginn. Vel gert hjá Arne Kristófer sem að fær Baldur síðan yfir sig þarna. Þetta eru tækifæri, þarna eru okkur að tækifærin að keyra á baku það. Það var bara aðeins meiri gæði í Völler og þá einn á móti markmanni. Annað touch í honum var ekki nógu gott. Nei, en snertingin hjá honum. Þannig erum við bara 3 og 3. Guðmann Steinar setur hann upp í hornið á Brynjar Snær, fer einn á móti Herði eða hvað. Setur hann fastan fyrir markið. Eyþór Aron við það að komast í boltan. Hann hefði ekki þurft að snerta hann mikið þarna maður. Frábær sendi ekki að Brynjar inn. Gríðarlega föst fyrirgjöf. En Eyþór mættur á staðinn. Það var bara hvort hann hafi verið aðeins svo langur eða Eyþór aðeins svo seinn. Þetta veitur á gott. Ef við náum að snúa þeim þá erum við 3 og 3 í sóknarleiknum sko. Algjörlega. Skagamenn ekki unnið FH í bikarleik síðan á Laugardalsvellinum 2003 og ég var að reyna að rifja það upp á hann að ég held að síðasti sigur á FH hafi einmitt verið hérna á heimavelli 2019 í deildinni, tímabilið þar sem að virtist vera að ég ætlaði að vinna alla leiki í upphæfi móts. En FH-ingar haft mjög góð tök á Skagaliðinu undanfarin ár og áratugi, enda FH verið stórveldi í íslenskum bolta síðan aldamótin. Já, það er einhvern veginn eins og þeir hafi heljar taka á Skagamenn núna. Er þetta ekki fínn leikur til að snúa því við? Jó, vonum það. Brynjar setja hann upp í hornið á Völler en Guðmann tilbaka á Gunnar Nílsson. Við viljum fá pressuna. Jói Kalli vill pressuna. Já, við viljum fá pressuna á Gunnar Nílsson. Já, sjálfsögðu bara pressan. Matthías vinnur fyrsta boltan en Óttar lesa þetta vel. Kemur honum fram. Guðmundur
beint á Steinar sem hann nær ekki að taka með sér hérna. Kemur frábær sending frá Guðmundi. Aron Kristoffer gríðarlega snöggur hérna og sterkur og stígur Baldur hérna bara út. Og Baldur síðan brýtur á honum. Þannig að passa sig, hann á gulu spjaldi ef ég maður rétt. Það alltaf forvitinlegt að hlusta á varamannabekkina. Búum að því hérna, vera með mikrofónin hérna sömu megin. Hákon að halda þessu. Setur hann á Sindri tilbaka á Guðmund. Guðmundur snýr. Mattías með fína pressa á hann. Óttar síðan finnur Hákon. Brynjar aðleitn þetta hinum einu. Já, Hákon sér það ekki, reyndi að setja Eyþór í gegn. Það var Vúk. En frábæla lesi á Brynjari. Hann á Steinar. Brynjar tekur hlaupið. Sendingin að koma á seint hérna. Steinar það að hætta við. Já, róar þetta bara niður á Guðmund. Ísak síðan inn á miðsvæðinu. Yfir á Aron Kristoffer, hann á hlinn. Já, þetta akkurat það sem við viljum. Haldi í boltan, Guðmundur. Finnur Steinar með pláss. Eru hérna 4 og 3 skagamenn. Steinar setur hann inn og tegir Eyþór með skallan en Gunnar Nílsen, þetta beint á hann. Þetta akkurat það sem heimamenn vilja sjá, að halda boltanum og ná að ógna aðeins að íta F-fáingunum tilbaka. En F-fáingarnir gallharðir, það þetta bara vera með þessa 3 þarna í öftis línu. Þeir verða að taka síðan, það skemmtilega við byggjarleikinn, annarkvort tapar það kemstu áfram eða þú tapar og þú ertu bara dottinn út. Þetta frábærlega gert á honum Steinari. Frábær sending og Eyþór má aðeins svona. Það gaman að sjá hann skora þarna, ég verða að viðurkenna. Já, það verið mjög gaman. Það getur komið fleiri tækifæri. Þetta getur opnast ennþá meira ef að F-fáingar ná ekki að jafna á næstu mínútum. Ísak. Beint á Guðmund aftur. Þetta spurninga, nú verður að taka réttar ákvarðanir á leiðinu upp sko. Algjörlega. 15 mínútur eftir, staðan ennþá 1-0. Baldur, hann ekki að taka hann með sér. Vúk tekur hann niður, út á Hörð. Hörður á Eggert Gunnþór, Steinar með fína press á hann. Baldur kemst upp úr tæklinguna á móti Sindra þarna. Guðmundur á Vúk, aftur á Ólaf. Ólafur yfir á Guðmann. Baldur, Aron, Kristoffer kemur í baki á honum. Og aukaspyrna. Þetta akkurat það sem F-fáingar myndu alveg þykja í þessari stöðu að fá þessi föstu leikadrið. Já, þeir vilja þetta. Pínu klaufalegt hjá Aroni Kristoffer. Því það ekkert að gerast þarna á miðjum vallarhelming og engin hætta þarna. Algjör óþarf að búa til fyrir á aukaspyrnu þar sem að þeir vilja fylla á bóksið og koma sér inn í bóksið og fá tækifæri þar. Við hefum verið að díla ágætlega við það. Frábærlega gert, Óttar Bjarni vel staðsettur þarna. Ísak sterkur hérna, næra komast áfram með boltan. Hákon með sendingunni upp í hægra hornið. Eyþór Aron fyrstur á boltan, hann á móti Ólafi. Eyþór rekinn tilbaka, setur hann á Hákon sem kemur þá í staðinn í svæðið. En nú það F-fáingarnir fleiri tilbaka. Hákon á Guðmund. Guðmundur Tyrfingsson setur hann tilbaka á Ísak, hann á Sindra. Það var að halda aðeins í boltan núna. Sýnur á Aron. Jókist Eiland að gera sér kláran hérna á varamannabekk Akranes. Skagamanna. Sindri á Hlynur í smá vandræðum. Stephen Lennon við það að komast í boltan. Þetta má ekki detti eitthvað kæruleysi hérna. Og náðu að bjarga sig fyrir hótnanda. Þetta hættan. Menn þurfa að halda einbeitingunni allan tíman og Jón Gísli að koma inn á spurning fyrir hvern. Það
Það Hákon Ingi sem að fer að velli, búinn að vera nokkuð sprækur á köflum Hákon í þessum leik. Og sérstaklega það sem er kannski mikilvægast að hann er búinn að vera duglegur varnarlega líka. Sjá Jón Gísli kemur inn á, hann er í ströngu mataræði hjá Dino Hodzic. Já. Fær vel að borða og sést að hann orðin svona meira utan á honum heldur en var kannski í fyrra. Já. Dino duglegur að vera með framandi rétti og svo geti verið smá Betty Cocker kökumix eftir rétt. En mér sýnist Jón Gísli vera bara að koma inn á hægri kantinn þar sem að Hákon var. Það er engar möguleika hérna á löngu innkasti. Það er Hörður sem að kastar inn. Hver er fyrstur á boltan? Boltinn dettur í teiknum og F-fangar hér að við það að ná einhvers konar bakvallspyrnu þarna, ég sá ekki hver það var. Langur bolti aftur fram, Óttar vinnur hann. Baldur tekur hann niður, setur hann Guðmund, Hörður Ingi með háan bolta inn á teig, Guðmundur skallar þetta niður, Steve Lennon kemst í boltan, tekur skoti í varnarmann og Aron Kristófer síðan reynsar þetta frá. Það er ekki alveg að sjá að það muni einum manni á liðunum hér. Nei. Eins og staðan er núna. Sjá þá nú er allir leikmenn vallarins utan Gunnars komnir inn bara á síðasta þriðjung. Við verðum að fá þennan í burtu. Sævar og Mattías skallar þetta upp í loftið en þessi skalli síðan frá Eggert Gunnþóri beint á Árna Marino sem var vel staðsettur í markinu. Nú erum við 10 mínútum frá því að skella okkur í 8 liða úrslitin. Já, það væri virkilega gott. Þór nær að taka hann með sér hérna. Það er nóg pláss nefnilega. Já, Ísak gríðarlega sterkur en það er dæmt á hann hér. Guðmundur Kristjánsson rökk á honum þarna. Já, þá er það, já, eigum að segja skagamaðurinn, Morten Beck, að koma hér inn á fyrir F-fanga, fyrir Baldur Loga Guðlusson. Morten Beck sem var hér lánsmaður fyrir hluta sumars, já, skoraði 1 mark, ef ég maður rétt, var það ekki í bikarleiknum gegn Fram? Jú, eða ekki. En komin inn á, það er sóknar, annar strækir, það er nú einhver saga til næsta bæjar ef að hann tæki upp á því að endurlífga FH ferilinn sinn hérna með marki gegn Ía. Eggert Gunnþór með skoti og það er varð í stöngina og boltinn rekkur aftur í hendurnar á Árna Marino. Varðan þetta fyrstu? Hann varð þetta í stöngina, þvílík tilþrif, þessi ungi markvörður hefur eflaust heilla marga ef þið hafi ekki síðan spilað fyrir sumar. Þá á hann mikið til að þessu. Þetta er eitt til að fylgjast með held ég. Þetta var frábær markvarsla, algjörlega frábær. Jón Gísli, ekki nógu góð sending hjá honum. Mattías, setur hann tilbaka á Hörð. Hörður, Guðmundur Kristjánsson hérna úti hægra megin, lyftir honum fram á Morten Beck. Hlynur í bakinu á honum, hann setur hann tilbaka á Eggert. Hann upp í hornið á Guðmund sem þar er mættur. Guðmundur tilbaka á Hörð, Hörður í fyrirgjöf stöðu, först fyrirgjöf, Óttar Bjarni skallar þetta út af. Það liggur á skagamönnum hér. Já, þetta er farið að vera spennandi. Þetta er farið að vera bara allt of spennandi. Með innkast, hreinsa frá. Það verður að keyra út. Við hefum ekki dett á landin. Það kemur Árni frábærlega út úr markinu og heyrðir þetta. Já, Árni Marino er búinn að vera í markinu síðan í síðustu umferð í bikarnum. Já, ef ég man rétt, þá var það fyrsti leikurinn hans. Gegn Fram. Sindri á Steinar, hún skoraði nú mark gegn HK hér í síðasta leik. Eins og Ísak.
Röppi á Ísaki hérna. Sýnst Jói Kalli vera komin í 3 manna vörn eða 5 manna eftir hvernig vilt. Já, 3 hafsenda. Já. Sindri með Jón Gísla og Brynjar á sig ykkurum. Morten bjóst nú við tæklingu þarna á Sindra, virtist hika. Það gerði nóg. Skagamenn með boltan. Guðmundur á Ísak. Ísak upp í horninu. Sendir hann tilbaka á Guðmund. Guðmundur snýr. Vúk af sér en Guðmundur Kristjánsson er þar. Og Vúk rötti á honum hann að Steinar Þorsteinsson gerði það. Lennon fleytir þessu áfram, Árni Marinó vel með á nótunum fyrir aftan. Hörku stemming í stúkunni. Stuðningur. Steinar er að koma þess á Ísak, hann á Jón Gísla, senna Guðmundur á Ísak, aftur á Jón. Jón Gísli ætlar að fara af stað, Guðmundur stoppar hann en boltinn út af og innkast. Okkur líður aðeins betur með boltan þarna hinum megin. Algjörlega. Og mikilvægt þegar að háuboltarnir frá Árna er að koma að taka boltan númer 2. Svo sé ekki bara að pingast alltaf beint tilbaka. Já, fínt að fá þetta tíminn vinnur með Skagamönnum auðvitað. Eyþór fær boltan hérna, missir hann út af. 5 mínútur eftir. Morten Beck sterkur hérna við að halda Jóni Gísla frá boltanum. Sendingin fram á Eggert Gunndór sem tekur hann blint upp á hægri kantinn. Brynjar vel með á nótunum hérna. Mattías tekur innkastið á Guðmund. Mattías síðan upp í hornið, Eggert Gunndór en Aron Kristófer vel staðsettur. HK 7, KFS 1, Valur 6, Völsungur 0. Engin spenna þar, hér er spennan. Það er nóg af henni hérna. Við erum með spennu hér fyrir alla umferðina, hreinlega. Heldur betur. Full mikil spenna kannski. Með gríðarlangt innkast, Morten Beck skallar máttlítið að áttamarkinu. Árni ekki í vandræðum, 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Má búast við kannski 3 mínútum í uppbótartíma. Það kemur Árni með spyrnuna fram. Eyþór fer undir hann, missir hann yfir sig. Jón Gísli og Ólafur eigast við og dæmd aukaspyrna á Jón Gísla. Guðmann og Hörður. Óttar hensar þetta frá, beint á Guðmund. Svo Guðmundur Kristjánsson er komin örlítið aftar á völlinn, núna svona sinna síðustu mínútur. Ólafur Guðmundsson færir þá framar á móti. Guðmann á Ólaf. Ólafur finnur enga möguleika, setur hann aftur út á Hörð. Hörður setur hann inn á fjársvæði, þar er Morten Beck, skallar þetta aftur fyrir markið. Lennon setur hann niður fyrir Matta Vil, setur boltinn út í teginn, skot í varnarmann. Og þetta endar síðan hjá Steinari Þorsteinsinni. Nú þurfum við gott hratt upplöp hjá Skagamönnum. Guðmundur nær ekki að finna samherja. Þarna sá nú ekki alveg hvort það var alveg á línunni en Aron Kristófer þarna greinilega bjargaði markið þarna bara hreinlega. Hlynur og Morten, boltinn í gegn á, er það Eggert Gunndór. Frábært Árni. Frábær vörn hann á Guðmundi sem hann náði að trufla hann, en Árni ver. Þetta er óþægilega
þetta liggur óþægilega í loftinu núna. Eggert Gunnþór setur hann aftur fyrir markið. Jón Gísli nær ekki að halda boltanum. Lennó vinnur hann á hann. Guðmundur Kristjánsson framhjá Jón Gísla. Heitar að fyrirgjöfinni, finnur hann ekki. Vúk með honum. 2 mínútur eftir. Blús uppbótartími. Hörður Ingi. Brynjar Snær setur press á hann. Kemur honum aftur á Vúk. Vúk fer í skoti beint í Ísak og þaðan á Eyþór Aron. Og brotið á honum. Þetta er akkurat það sem að Skagaliðið þurfti þarna að fá aukaspyrnu. Smá andrými. Þú þarft smá heppni með þér í svona leik. Óttar Bjarni setur hann út til vinstri þar sem að Ísak lúrir en boltinn finnur hann ekki. Ísak Snær með Hörð í bakinu. Hörður vinnur á honum boltan. Hörður búinn að vera frábær í þessum leik. Búinn að vera mikið í boltanum. Sindri brýtur á honum. 1 mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Guðmann Eyþór pressar á hann og brýtur á honum. Guðmann lyftir þessu, nú er það leið 1. Hlynur vinnur fyrsta boltan, Morten nær að taka niður, bær boltan aftur, Morten í skoti, Árni Marino ver, boltinn aftur fyrir. Árni Marino er að halda Skagamönnum á floti hérna. Og Morten Beck er ekkert að fara að taka þetta horn. Hann fer inn á teginn. Allir leikmenn nema Gunnar Nílsen í eða við vítateig Skagamanna, boltinn út í teginn. Boltinn dettur í teignum og Óttar nær að pota þessu frá. Hörður tekur hann niður á kassan fyrir skotið og það er vel framhjá. Þegar að leiktíminn er að renna út hér og þá er það bara uppbóta tíminn, 4 mínútur, 4 eða 5 sýndist mér. Dómari leiksins gefa merkjum. Það er alltaf verða vitlaust hérna í stúkunni. Þetta hefur maður allt og sjaldan heyrt í sumar. 4 segir hann. 4 mínútur. Ísak skallar þetta inn á miðsvæði. Steinar setur hann hátt inn fyrir. Eyþór Aron nær hann að taka með sér. Það gerir hann en hann missir hann dálítið langt frá sér og fer í tæklinguna á móti Gunnari Nílsen. Og fær klálega gullspjald. Það er líka allt til það. Gunnar fann fyrir þessu. Og Gunnar ekki sáttur. Hann er ekki meittar en það, hann gat staðið upp og svara fyrir sig. F-fáingar ekki hrifnir með þessa stöðu. Spennan er gríðarlega hérna. 3 mínútur eftir af uppgefnum uppbóta tíma. F-fáingar reyna hvað þeir geta. Gunnar með langan bolta fram, þennan þurfa Skagamenn að vinna. Ísak skallar hann aftur fyrir sig, Guðmundur Tyrfingsson. Og síðan Brynjar Snær sem að Eyþór nær að taka hann með sér. Steinar, nú fer hann, Jón Gísli er í rangstöðu, Brynjar Snær kemur einnig, Steinar, ennþá með boltan. Út í hornið á Eyþór Aron. Eyþór, alveg pollrólegur núna. Vantar stuðning. Setur hann tilbaka á Aron Kristófer. Aron aftur upp í hornið, þá er það Steinar sem að næra hlaup elda þennan bolta uppi, heldur honum inn á, vel gert. Setur hann á Aron Kristófer. Aron og sóta honum, 2 í því núna. Aron gerir þetta vel og brotið á honum eða hvað, ekki dæmt en það er hotspinna dæmt. Náðum góðri mínútu þarna í horninu. 2 mínútur eftir. Aron kyndir upp í stúkunni. Þetta stutt, það er Ísak sem ætlar að fá að skýla boltanum bara hérna gangi vel að fara í gegnum hann. Það er markspyrna dæmt. Einu og hálf mínútu eftir af þeim uppbótartíma sem að tilkynntur var hér af dómaranum með handabendingum. Aron Kristófer. Boltinn upp í hátt í loft upp, Eggert Gunnþór.
Brynjar Snær, hann er að bjarga, nei, hann er ekki að bjarga þessu samkvæmt aðstoð á dómaranum og þá er hotspinna hér þegar mínúta er eftir. Gunnar Nílsen spyr, má ég? Gunnar Nílsen kemur inn á vítategin. Það er Ólafur Guðmundsson sem ætlar að taka þessa spyrnu. Þeir taka fulllangan tíma í þetta F-engar fyrir þeirra smekk. Ólafur með boltan háan inn á fjársvæðið. Skot í varnarmann Lennon og Árni Marinón er að halda þessum inn á. Árni Marinó Einarsson þegar þessi bolti virtist nú vera bara á leiðinni aftur fyrir. En hann þarf að passa sig á tímanum. Það verður ekki, ég hef heyrt F-engarna verið kvart yfir í hann haldi lengi á boltanum. Þessi regla er svo gott sem dauð í fótbolta. Oft farið í kringum hana. Serðu það Eyþór núna? Já, halda áfram að döfla. Boltinn endar hjá Gunnari Nílsen. Uppbótartíminn nánast liðinn. Nú þurfa Skagamenn að vinna boltan. Ísak gerir það. Ísak Snær kemur út með boltan og leik lokið. Frækinn sigur Skagamanna hér. Sá fyrsti í bikarnum í 18 ár á F-áingum. 1-0 dugði. Ísak Snær Þorvaldsson skoraði markið á 7. mínútu. Skall hurðar í hælum ansi oft í síðara hálfleiknum. Þetta var rosalegt. En til þess að vinna svona leik þá þarftu ákveðin gæði og þarftu ákveðina heppni líka stundum. Já, það er alltaf þetta með þér og þeir bara stóðu sér frábærlega. Þeir fengu nokkur færi hérna í seinni hálfleiknum en öll varnarlínan bara frábær og við getum ekki annað en endað á þetta með að hrósa Árna Marinó í markinu. Hann bara gjörsamlega frábær. Og menn voru tilbúnir að fórna sig fyrir þetta. Aron Kristófer hendi sig fyrir boltan sem er á leiðinni í markið. Óttar Bjarni ver á línu í fyrri hálfleik. Þetta er bara búið að vera gríðarleg spenna og svona frammistaða og svona að leggja sig svona fram og bara skilja að fara áfram í þessum leik. Já, það er gaman að sjá þeirra menn uppskera eftir erfiðið og það hefur bara því miður verið allt og fá svona tækifæri fyrir okkur Skagamenn að standa upp í leikslok og geta fagnað. Já. Og það er ekki bara eins og við séum að vinna leikinn eða Skaginn sé að vinna leikinn, þeir eru líka að vinna fyrir sig. Já, frammistuðunar eru mjög góðar. Já. Sjáum menn fagna hér og stúkan fagnar með. Það er líka bara að njóta þess. Já. Bara þeir eiga skilið og bara að njóta þess. Já, þá er bara spurning hvaða lið býður í næstu umferð. Ég var að vona að við býðum með Val þangað til á Laugardalsvellinum. Já, það ekki. Það er ekki taka það í úrslitaleiknum. Já, ef ekki að fá er ekki KR Víkingur eftir? Jó, og Fylkir Haukar er að hefjast klukkan korter yfir 8. En það er Arnar Már mættur, ég held við verðum bara að leyfa þessu að lifa. Spurning hvort við getum ekki að vera hækkað í þessu líka. Við kannski draugum niður í okkur og meðan Andri. Gaman að þessu, þetta bara gerist allt og sjaldan og viðeigandi Arnar Már á varamannabekknum í dag og er fullur þáttakandi í þessu. Já, líka bara, sérðu bara hvernig Dino hagar sér. Það er auðvelt fyrir varamarkmann að detta úr sambandi. Segjum að Árni hafi tekið þannig stöðuna af honum með við það sem að Dino var að gera. Hann er fyrsti maður til að hoppa og hrópa húrra fyrir honum og svona átt að vera, já, og bara Arnar Már, ég veit að þó hann sé ekki að þó hann sé ekki hjálpa til hérna á vellinum, hjálpa hann til alls staðar annars staðar, bæði á æfingum og í svona og svona strák, þú veist, þetta er ekki gamalt lið, þeir hafa gott að því að hafa svona peppara í kringum sig eins og Sindri frábær vókal, Arnar Már og Óttar Bjarni líka, þannig að þetta bara
uppskriftin mjög fín. Já. Gæðaleikmenn eins og Steinar, Ísak og svo svona pjakka sem eiga bara að hlaupa úr sér hjartað fyrir félagið sko. Algjörlega. Ég reyndar svo sem gleymdi að það var svo mikið spenna hérna áðan að vanalega þá færnum sérfræðingur hérna í setti að velja sér mann leiksins úr röðum heimamanna. Hvern myndirðu velja? Já, það er svo sem auðvelt val. Það hérna Árni Maron og hann á það alveg skuldlaust og fleiri hafi staðið sem mjög vel. Ísak var góður og Óttar Bjarni frábær. En gefum Árni Maron á þetta. Já, algjörlega. Það var fullkomlega skilið. Verðskulda. En við förum að slá botnin í þetta. Andri, takk kærlega fyrir að vera hérna með mér og mjög ánægilegt. Og fyrir, ég verði nú að það verið langt mál að telja upp. Heiðar Már Björnsson stjórnaði þessar útsendingu og á myndavélunum voru Ingimar Elvar Ágústsson, Arnar Óðinn Artúrsson og Snorri Kristlífsson. Stóðu sig allir með mikilli príði, frábæri útsendingu og frábæri leik. Lokið Örn Arnarsson heiti ég sjálfur og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Áfram í það verður spennandi að sjá hvað gerist í bikarnum í næstu umferð. En þangað til næst, takk kærlega fyrir okkur. Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu greiði fyrirfram og sækir Dominos